Davíð. Blessaður. Flottir skór. Já, ég átti aðra alveg eins og við vorum fann að rifna þannig ég fann þessa svona í skáp og skellti mér í þá sko. Þeir eru svolítið bara hefum svo sett í svona hvað heitir það, svona suit, veist. Já, game. Ég elska svona jarðaliti sko. Lítið jarðan, grænan og og þetta og svo Kári Stefáns. Já. Og en þetta veist, eins og hefur gest áður, þetta svona óvart. Já, við eigum til að koma eins klæddir í settið eða í þvottahúsi. Þetta sko það rithöfundur sem heitir Robert Sheldrake. Hann kallar þetta sko cellular entanglement. Það sko þegar þetta einhver tenging innan skammtafræðina sko. Já. Þegar frumurnar tengjast sko algjörlega óháð tíma og rými milli póstnúmer á allt. það sko þú getur tekið próton og klofið það í tvennt. Þú getur það ekki, það einhverjum menn sem geta það. Já. Svo tekur þessar 2 helminga og setur í lokuð chamber og bara fer með þetta sikkurum megin við plánutuna og stimulerar annað prótonið. Og það sem gerist þegar þú stimulerar próton A að sömu viðbrögð sérðu á prótoni B sko. Já. En það sem merkilega að þetta gerist samtímis. Þannig að það ekkert ferðalag. Það magna. Og sama gerist sko þegar þú veist í CERN áttu með en hraðal er ekki séð þetta? Jú. Þú veist eitthvað svona bara 50 kilometrar. Já. Þú veist eitthvað mega drasl og þá eru þeir að skjóta sko rafeindum. Þú veist í svona hringi á móti hver annari. Algjörlega. Og svo eru þeir að búa til árekstur. Það sem gerist þegar 2 rafeindir eru að skella á hvor aðra, það er árekstur og úr verða altså 2 ljóseindir þegar önnur rafeindin heldur klofnar og ljóseindirnar þjótast út í rýmið og inn í þessu lokaða rými og það er samt ljóseind A og ljóseind B og leið og ljóseind A verður fyrir hnjaski. Altså þegar hún lendur utan í einhverjum struktúr þá gerist eitthvað áreiti og sama tíma sérðu áreiti gerast á ljóseind B sko. Og það er með þetta því Einstein segir að það sé ekkert sem getur ferðast hraðar en ljósið sko. Það sé bara ekki hægt eins og í Star Wars þeir ferðast á hraða ljósins það er ekki hraðar. En þarna í rauninni þarfst að fara að endur skilgreina í rauninni bara hugtaki ferðalag því það er ekki ferðalag á upplýsingu frá A til B heldur í sama ástand að gerast samtímis á tumstöðum einu. Þetta er magnað. Þetta klikkar sko. Erum við þá ekki bara góðir eða? Jú, það með þessar skyrtu sko. Já, ég veit það. Þetta er ótrúlegt. Það er náttúrulega að leysa. Þetta gerast áður sko. Þetta gerist daginn líka sko, voru bara grænklæddir sem er náttúrulega freka magnað sko. Því það er ekki algengt. Ég held ég eina græna skyrtu. Ég á eina græna skyrtu líka og ég fór í þessa skyrtu. Held ég bara í annað skipti. Það var í fyrsta skipti sem ég fékk hana. Já, og svo þannig. Og svo er ég bara að eiga henni mörg ári og aldrei vilja fara í henni. Hún er svolítið svona pókaleg. Já, mín er líka. Ég fór í hana bara á okkur mjög skrýtnum ástæðum sko. Bara svo mætti ég henni og svo ertu í sömu skyrtu. Já, ég veit það. En þetta er bara svona lífið, sko. Nó með það maður. Já, við erum við stöndum svona á krossgötum. Nú er fyrsta seran búinn og við erum að fara að melta sem sagt það sem undan hefur gengið. Þetta ferðalag okkar, þetta svona, hvað við kalla þetta? Svona, þetta er búið að vera svona, þetta er búið freka magnað, sko. Ekki nálægt því sem ég átti vona á, sko. Með þessi sería, við erum semst að fara að melta þessa seríu 1. Í þessu lífspeiki hlaðvarpi. Já. Þvottahúsið. Já, einmitt. Já. Og við erum bara eitthvað hér. Já, nákvæmlega. Hvað segir það þýðir, sko? Nei, spáði hvað hefur margt gerst. Og spáði í samtölunum sem við höfum átt. Ég veit það. Til þess að mynda þessa hleðslu, sko. Ég veit það. Algjörlega. Fólkið sem við höfum hitt. Já. Og hvernig þetta raðaðist líka upp alveg fullkomlega, sko, með viðmælenduna og endum þetta náttúrulega á algjörri sleggju sko, við tökum hérna fyrir og eftir sko. En já. En það var haft, sko, það var manneskja sem hafði samband mig í gær
og sem hafði fylgst með þessu podcasti eða hlaðvarpi og henni fannst þetta bara alveg ágætt sko. Okay. Hún var alveg sátt sko. Já. Og hún kom með svona smá gagnrýni. Hún sagði að henni fyndist við höfum svona farið svolítið geyst af stað. Já. Þannig að henni hefur fundist svona eins og vantaði svona einhverja kynningu þá altså hver við værum. Já, einmitt. Sem og í rauninni bara hvers konar hlaðvarp þetta Ég meina núna merkjum við þetta sem lífsspeki hlaðvarp og þannig að við erum kannski eitthvað að fjalla málefni innan lífsspeki. Bara mjög vítt hugtak. Mjög. En þarna, ég veit ekki, áður en við förum í þessa meldingu, við vorum að taka eitthvað svona smá, kynningar. Við náttúrulega vorum svo æstir og hvatvísir, við byrjuðum bara, skilur. Við ræddum alveg kynningu, en við ákvaðum bara svona að leifa því bara svona... Við fórum bara eitthvað á stað. Já, vildum bara byrja, fara stað, án þess að hafa við kannski gefið upp nafni okkar einu svona eða tvisvar, sko, en það skiptir svo sem einhver máli. Er það típist þú? Já. Að fara geyst inn? Já, ég geri það sko, ég búin að svona róast og breytast og læra að sikta út hvað skynsamlegt og hvað ekki og hvað getur gefið góðan ábata, hvað sem það skilur. En jú, ég á það til að fá hugmynd eða einhverja hugdettu eða eitthvað sem langar að gera og það bara keirjast það og geri það sko. En eftir eignaðist börn og svo konu sem er svona jákona sko, þannig það ekkert vesen sko, en hún temprar mig samt af því að það að æða af stað í einhverja hugmyndir eða nám eða einhverja vinnu þýðir alltaf fjarvera frá henni og svo framvegis sko. En þegar þú segir jákona, ertu þá að meina að hún sé svona hún semst með konu sem að altså styður þig og þínar ákvarðanir. Já, og öfugt þetta skilur, við erum jáfólk. Þið eru jáfólk? Já, gagnvart hvort öðru. Það svona eiginlega krabbaminn í samböndum, það þetta nei-fólk sko. Eitthvað, ég er að pæli að gera þetta. Nei, en hvað með kvöldmátinn? Og hvað með þetta skilur? Þetta bara, ég gleymi aldrei sko að þegar Katrín var ófríska fyrsta drengnum okkar, hún Henry, þá kem ég heim, mjög spenntur, nýbúin að kynnast núna Davíð vinum mínum og við náðum bara strax ótrúlega vel saman. Og ég segi, Katrín, skilur hún komið 6 mánuða leið eða eitthvað 5 eða 6 mánuða leið. Ég var að pæli því þú ætti að fara eignast barn og svona skilur og að líta ekki í vinnun og svona, hvort þessi saman þau skjótist til Norður Kóru í viku eða 2. Að sjálfsögðu, Davíð, bara skelltu þér út. Gerum að það. Nei, og svo daginn eftir hún bara, Davíð, veistu hvað Norður Kórea er? Ég sagði, já, ég ger mér fullkomlega grein fyrir hvað Norður Kórea er, sko. Þá fór hún að googla og hélt þetta væri kannski bara eins og að fara til Krítar eða eitthvað svoleiðis, sko. Svo fattaði hún hvað þetta er, sko. Og úr var náttúrulega ég og með óleita konu heima meðan ég var síma og netlaus enn í Norður Kóru í 2 vikur næstu því, sko. Það þarf að við kynna, sko. En það reyndi á. En það var svona forsmekkurinn af því sem kom að skala og síðan þá hefur ekki verið öll já bliknaði samanburði við þetta já skilur, þannig það er bara já öllu. Katrín fer til Tyrklands með vinkonu sínu, ég heima og svo framvegis sko. Þannig að en út frá því hef ég þurft að svona tempra mig í hvatvísinni og þú hefur sett svolítið mælinn mjög hátt hann sko með Norður Kóru sko. Man rétt, þú varst að líka að taka ljósmyndir og vídeo á stöðum sem þú kannski máttir ekki. Já, við fórum 2 félagar og fórum í litlum hóp út vopnaði myndavélum og alls konar svona dóti og tókum fullt af, hvað ég að segja, svona ólöglegu myndefni eða svo leiði sko. Vorum með fullt af minniskortum og svo smygluðu alls konar inn á nærbuxunum og svona í lestinni tilbaka sko. Það sem voru hermenn sem að leituðu á okkur svona. Þetta var náttúrulega, við vorum til svona talandi kerfið sem við erum búin að ræða sko. Og þarna ertu náttúrulega bara leittur eins og bara kind út allt sko. Eldur af fólki svona hvað ég að kalla það svona bara óeinkennisklæddum lögreglumönnum og svo leiði sko. Þannig að þú komst ekki upp með neinn heimskupur þannig en við okkur tókst að taka alveg ótrúlega myndir og myndefni og annað sem að við erum búin að setja eitthvað á netið og eitthvað svona sko. Já, ég sá þetta í sjónvarpinu líka sem tíma. Já, við fórum í Kastljósið og út á Sýrtul og alls konar. Við fengum svona Norður Kóru dellu sko. Keyrðum á það. Svo náttúrulega bara tók lífi við þá. Myndir þú segja að þú væri þú svona kandidat í svona ráðgjafi Norður Kóru Íslendinga? Já, ég get alveg tekið það með sko. Það var ég sá úti, þá voru við á safni
þar sem eru geymdar alla gjafinnar, það byggt inn í fjall og við keyrum í rútinu upp á fjallinu og þá sáum við bara svona, þetta 30 tonna koparhurð og við förum út og þá svona 2 verðir sikur á mig við og svo bara opnast hurðin svona bara eins og einhverju James Bond mynd sko og við löpum inn sko og þar eru alla gjafinnar sem leiðtogarnir hafa fengið frá merkum mönnum skilju, Ayatollah Khomeini og Stalin og Putin og allt þetta sko og svo innan körfuboltan frá Dennis Rodman og allt þetta sko sé ég svona lítinn skýrask og svona hraun öskubakka. Þetta var bara íslenskt og gæti verið, ég bara, hvað fengu við þetta? Og inn í Norður-Kóreu, þá var þetta gjöf frá, hvað var það? Kóreuvinafélag Íslands. Já, í alveg. Já, 1980 og ég fór svo að googla, ég held að sé hægt, sko. En þetta náttúrulega eitthvað sem það klálega, þetta félagskapur sem það að endurvekja, sko. Eða allavega að finna þann sem stóð fyrir þessu, sko, á sínum tíma, sko. Og ræða við hann. Shit. En þetta var alveg, já, ég sé ekki eftir þessu, sko. Þetta var rosalega mótandi ferð, bara svona þroskalega og líka bara upp á að þóra, skilur þú hugsa, það var nú gaman að En hvað það sem dreifði í svona, vitleysu? Ég meina, hvað, ertu eitthvað svona landkunnur eða, ég meina, hver ásetningurinn fyrir því að vilja fara í eitthvað svona ferðir? Á hverju ekki bara frekar að fara bara, í Bísa eða eitthvað gott diskotek í 2 vikur, áður nú fyrir eitthvað spann, sápukúluvélar og reykvélar og Já, það væri náttúrulega geggjað, sko. Þetta kom náttúrulega til, sko. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á Norður-Kóreu. Ekki af því að þetta sérlega aðlaðandi dæmi, heldur bara af því að þetta eins og þetta skilur. Og þetta náttúrulega bara svona síðast, það náttúrulega einræði á mörgum stöðum, en þetta svona síðasta og lokaða einræðisríki heimsins og allt það, sko. Svo kynnist ég honum Davíð, félaga mínum. Og hann á svona, hvað segir maður, frumkvæði að þessu. Hann búinn að finna einhverja ferðaskrifstofu sem sérhæfir sig í áhættuferðum. Þeir fara til Sómalíu, Afganistan, Sýrlands, skilurðu, Tjernobyl og Norður-Kóreu og eitthvað svona. Davíð, ef ekki bara, skilurðu, ef ekki bara fara. Eitthvað, jú, ég talaði við Kvötru, hún jákona. Og þannig var það eiginlega, sko. Þetta var líka, ég var skítrættur, sko. Ég var með alveg þvílíkt, hvað segir maður, mikla eftirsjá eftir að ég bókaði miðan allt, ég var mjög stressaður sko. Og leiðinni út og ég lesti inn það sem að tekið á okkur vegabrefin á landamærunum og það einhver kínveri sem hjálpar okkur að fara yfir landamærin og svo bara vinkar hann bye bye og móti okkur taka Norður-Kóreumenn og taka vegabrefin og allt og það bara, hvað hef ég gert sko. Þið taka af ykkur vegabrefin? Já, við komum, svo fáið aftur við fórum skilur við, þannig að þú kemst ekki upp með neitt kjaftaði sko. Eins og þú bara séð í fréttum með Amerikanana sem eru dæmdir fyrir að stila einhverju plakkötum og eitthvað svona bull held ég að það hefði bara verið svona plakkat inn á hóteli ég tekið, það væri ekki til þá væri ég bara að kljúa einhverja steypuklumpa og eitthvað en þetta, bara þessi ferð fann ég að hún breytti mig svona því leiti að ég þori að fara út fyrir þægindraman í svona flestu sem ég gerir sko. Stundum fann maður líka bara að gera eitthvað sem augraði því maður er alltaf svo maður tekur kannski ekki risk og hrættur og skilur ég vil ekki deyja nei, þú skilur hvað ég minna sko. En það var líka, við, sko, þegar við hittumst í afmælisboði hjá sem sagt, bróður okkar síðasta sumar og við sátum bara eitthvað, vorum eitthvað goofy okkur Marens tertum þá kom þetta til tals að starta hérna bara hlaðvarp einmitt og þú ert svona jámaður ég er líka svona jámaður sko. Ég hefði annars átt að segja nei en maður segir ekki nei þú átt ekki að segja, þú ert frekar að segja já þú ert frekar, nei þarf að vera vel ígrunduð máli sko. Eða þú ætlar að setja hvað þú átt að segja já Ég er stundum svona að reynda að temja með það motto sko, ég þarf að segja sko, já og nei eftir því sem þar á við en ég veit bara ekki alltaf einhvern veginn ég hef ekki þess að dómgrind sko, ég að vega og meta hvað er rétt eða rangt sko. en þegar eitthvað svona verkefni kemur upp eins og svona að setja að staða eitthvað svona hlaðvarp á þess að vita neitt hvað það snýst sko, svo, hvað krefst þess að fá það á lappirnar og svo framvegis Þetta var ekkert úrlega samfærandi, ég sá það bara þig bara með fulla munna köpu að æpa yfir partíið eitthvað þetta er podcast eitthvað, já, það er mér líst ágætlega það sko. en þetta er ég sé ekkert eftir því sko. Ég þarf að passa mig rosalega á svona jobbum sko, eða þegar það getur komið yfir með æði sko. og ég fer í svona í rauninni svona í maníu stundum sko. Og ég fundi það stundum sko þegar við erum búin að vera með viðmælendar
og mikil undirbúningur og búin að sitja hérna og drekka heimarækta hampte og allir mega cozy og svo fyrir liði heim eitthvað klukkan 11 á kvöldin sko. Ég sef bara ekki. Nei, það allt bara ég sef ekki bara þá nótt eða allavega mjög illa og vakna svo bara eitthvað alveg hellaður á pjölunni daginn eftir sko. Þetta svona, það eitthvað að fara í vinnuna að tálka með 6 ára. Já, það alltaf mismunandi sko. Þú tekur þetta svona mjög, hvað segir maður, too hard sko. Tekur þetta með alvarlega, þetta svona, þetta ekki blanda spennufalli og gleði og spennufík kannski sko. Já, ég veit ekki, mér veist allavega, þú veist. En ekki ráð úr því áður við fórum í þennan út úr að við bara, að þegar við þurfum þessa kynningu skilur, við þurfum bara kominni frá okkur, þannig að fólk viti. Hvort við séum dæmdir menn eða hvað við erum sko. Hvort að þú bara byrjar kannski að því bara svona stikla á stóru bara hver þú ert sko. Fúsi klippir þetta allt eins og hann vil. Já, það ekki? Jú, við erum með frábæran tæknimann Fúsa. Já, byrjum á því. Fúsi sko því sko daginn eftir ég talaði við þig hérna með Marastertuna þá hitti ég Fúsa og hérna og ég nefndi þetta við hann. Og hann svona jámaður líka, hann svona dúer sko. Hann ekki, veist, það eru svo margir sem segja já en meina það ekki þegar þeir segja það. Nei, segja já. Þessar típur sko. Já, og svo kemur það þá ekkert já. Og þú sérði yfirleitt sko, því ég sko gamall iðnaðarmaður en ég var að díla við aðra iðnaðarmenn. Þannig að þeir sko, þú byrður það eitthvað. Þar þýðir jáið náttúrulega ekki neitt. Þeir segja já og í 95% tilfella veistu að hann að ljúga þér. Já. En hann að ljúga þannig að hann fyrir honum hann ekki að ljúga þér en þú veist að hann að ljúga þér. Já, ég veit það. Og en þegar ég tala við Fúsa þá tekur hann rosalega vel í þetta og og án Fúsa þá bara hefði þetta ekki verið hægt sko. Þetta bara ekki séns því að hann expert sem tilbúin til að finna hjólið eins og við. En já, ég sem sagt miðaldra 44 ára. Ég byrjaði mína fyrstu, altså miðaldra krísu bara svona 20. Já. Og ég búin að vera í rauninni bara í stöðugum krísum. Bara eiginlega frá því ég var 20 bara þar til, bara fyrir ekkert svo mörgum árum síðan. Og hann Winston Churchill, hann átti svona orðatiltæki þar sem hann segir að sko, lífið eins og bara hvert stórslið sem það fætur öðru. Já, ég veit. Og ég bara one disaster after the other. Og ég tengi við þetta hvatvísinn það gott að vera jámaður en þetta getur verið alveg tvíeggja sverð sko. Já. Og þetta já þetta fuck it það hefur komið mér mjög oft sko í aðstæður sem að ég hef brent í rauninni allar mína brýr sko margar brýr á baki mér sko. Já. Og ég hef skapað mikla þjáningu í mínu lífi, altså ég hef skapað mér mikla þjáningu sem á fólkinu í kringum mig með einfallega sko röngum ákvörðunum og afleiðingin af þessum þjáningum að mann stilt upp í horn að einhverju leyti og það sem að eitthvað svona bugun á sér stað og hann eina mínútuna maður eitthvað mega kokki bara eins og Superman sko og svo bara á næsta andartæki þá maður bara eitthvað á hnjánum bara biðjast vægðar. Já, ok. Og þannig ég upplifað ég hef átt í rauninni sko 2 moment í lífi mína sem ég hef í rauninni bara farið inn í bara total burnout sko. Og þetta þetta náttúrulega neyslutengt líka sko, þetta tengt með áfengis- og fíkniefnaneyslu og eins í blandi við í rauninni bara vitundar sjúkdóminn bara bara egoismi. Já. Og það hafa átt sér stað bara massív hrun innra með mér það sem að í rauninni það sem bara skoðanir og viðhorf og sem að ég hefur bara svona náð að raða upp í svona múra bara svona eitthvað stórvirki bara eitthvað struktúr og einra með mér þetta bara einhvern veginn bara hrynur undan eigin þunga og eftir situr ekkert nema bara flatneskja og reykjamökkur sko. Og það akkurat sko á þessum stað það sem að uppbygging getur farið að eiga sér stað
og tilfinningarlífi og það á þessum stað sem að ég verð að setjast niður og ég þarf að fara að íhuga þann möguleika að mögulega þarf ég að fara að taka sjálfa mig með fyrirvara og mínar hugmyndir og í þessu elementi byrjar einhvers konar leit í sko þroska fattar þú? Ég skilji og þannig ég í stöður í sókn og þú ég heldur sem líkir þessu leiti við erum báðið mjög leitandi og nema hvað að núna er ég orðin 44 ára og og ennþá leitandi ég er að vinna með börnum og ég spyr þau sko, hvað þau ætla að verða þegar þau eru orðin stór og þau eitthvað segist ætla að verða þetta og hitt sko. Og þá yfirleitt segi ég við þau sko, ég er ekki ennþá búin að ákveða hvað ég ætla að verða orðin stór sko. Nei, ég er hjartalega samanlega þau sko horfa á mig, þú er bara gamall maður hvað meinir sko? Þú þarft ekki að ákveða þetta samt sko. Nei, ég er bara mjög líður eins og ég sé bara ennþá ungur, ég er bara ennþá leitandi ég er ennþá að leita í sko algleymið. Staðnar ekki bara leið að þú finnur það til þau finna það sko. Mögulega. Ekki miklu betra að ég er alltaf leitandi. Alltaf. Jú, ég hef mikið rekið mig á veggi þess að ég er að leita að þessu algleymi, þessari andlegu vakningu, en ég finna hana í efnishyggjunni, en það sem að þetta nirvana í efnishyggjunni, það er nefnilega hverfult sko. Það er svona ákveðið tímaspann, það spannar bara frá A til B. Já. Þannig að sko, það virkar fyrir það á sig byrjun, miðju og enda og svo þegar þú ferð úr því ástandi og situr eftir berskjaldar og þú þetta fara að borga boðefnin með vöxtum. Já. Það kemur tilbaka með hefnd. Já. Þannig að ég er stanslaust einhvern veginn að hlaupa bara einhvern veginn og eftir mínum eigin hala að reyna að ná að komast í eitthvað ástand sem ég mögulega komst í einhvern tímann, mögulega bara þegar ég var bara í manum og móðum minni eða eitthvað. Já. Og eða mögulega bara út frá einhverju hugmynd sem ég hef alsælu. Já. En ég kemst aldrei þangað. Þannig að svona er líf mitt búið að vera. Svona bland í poka með að mennta sig sem iðnaðarmaður, vinna sem smiður, kynnast konu og giftast inni og eignast með henni barn og svo býr köttur í stofunni hjá mér. Já. Þetta er svona algjörlega. Þetta var mér hreinskilið og þetta var gott svar sko. Ég held að ég átti mig miklu betra að hvað þú ert núna sko, loksins. Já. En ég við erum bræður. Við erum bræður sko. Við erum búin að þekkjast hist mismikið og svona skilur við búin að vera í sikkur landinu lengi og ekki sammæðra sko sem getur náttúrulega verið vesinn með hálfsyskinni sko. En ef þú skoðar sem mæður sem við höfum þá er það samt sem maður alveg svona líka típur en það voru það að gifta saman manninum. Með mjög stuttu millibili. Það er svolítið áhugaverð konsept sko. Þú er með sama mannina, sömu konuna og tekur svo tvo af sama að það eru kynið að hvert sem það er og parða á mannin hvernig eru einstaklingarnir og það virðist vera sem það er svona ákveð svona pattern með konunum skilja. Hvort sem það er maðurinn eða konuna sem sæki í sko. Það er mjög áhugaverð dæmi sko. Nú er ég bara búin að vera með sama makan í 10 ár og ég er ekki gamall. Ég er 31 núna sko. Og búin að vera með sömu konuna í 10 ár þannig að ég get ekki máta mig við þetta sko og vonandi aldrei sko eins og ég sé þetta fyrir mér en sko já ef ég á ég að taka við keppninu í þessu ertu kynningunni? Já. Ég myndi svo að segja Fúsi klippir þetta allt til. Hann klippir þetta allt til, já ég veit að við erum Fúsa. Það var eitt af svona eina af þeim, mér minnir að ég hafi sett að segja skilurunum að ég þurfti ekki að gera neitt tæknidæmi sko því ég kann ekki svona loka mér á Facebook og ég hef engan áhuga á að kunna það sko. En þetta er víst í nútíma samfélagi svona eitthvað sem þarf að vera þarf að hlúa að sko, það er tæknimálinn og hann er náttúrulega sér á báti í því sko, hann Fúsi sko. En jú, ég er 31 ár og er svona eins og þú, hvað ég að segja, ég hef ekki þurft að fara í þetta í þessa múra og ég hef kannski ekki verið við erum kannski búin með mismunandi þangagang en þetta hefur kannski á aðstæður verið á mörguleiti svipaðar en samt ólíkar sko. En ég hef búin að vera ég hef ekki farið í neysluna og allt þetta sko. Þannig að ég veit ekki hvort að
það hefur eitthvað að segja að þú kannski hefur fundið, hvað segir maður, ná öðru í sér botni eða öðru í sér sem sagt komið í öðru í sér aðstæður sko, þannig ég kannski ekki alveg að tengja við það, en ég hef alltaf verið að leita að skilju þessu hver tilgangurinn, hvað ég að gera, okkur þetta og svo framvegis og verið hvatvísinn og það mitt, verið svona að finna já, kýlum á að gera maður, en sem betur fyrir hefur flest sem ég hef gert að ég tel bara gengið upp sko, og gengið vel og það hefur eftir þessi tíman líður eftir Norður Kóreu þá hef ég lært að stjórna þessu jáið svolítið sko. Ég veit ekki hvernig þú túlkar jáið, talar jáið ég ætla að kaupa þessi fíknefnaðir skilur, það jáið þessu og jáið hverju sko, því ég tala jáið mig þá er ég til dæmis, þá er ég neymaður það kemur á svona hlutum skilur, ég kann að stjórna ég kann mig í aðstæðum skilur, ég læt ekki undan þrýsting eða einhverjum svona félagslegum aðstæðum skilur, ég hef aldrei, það er eitthvað sem ég er mjög ánægður með sko. Þú getur beitt skynsemi. Ég get beitt skynsemi og ekki látið svona, hvað sem glepist af einhverju svona, einhverju utanakomandi sem mér er eiginlega bara alveg sama sko. Þannig en þegar það kemur að einhverju skemmtilegu skilur að skrá mig í nám, nú er ég búin að vera, skilur ég fór í menntaskóla eftir grunnskóla og það leiti sem ég byrjaði að drekka og ég drakk mjög mikið, skilur, mér var mjög gaman að djamma, skilur. Þannig ég flosnaði fljótt upp úr námi og var svona svolítið bara á einhverja reiki, skilur, milli 16 og 20. Og þá finnst mér kannski lífið svona svolítið að byrja, sko, rétt á henni kynstinni Katrínu. En síðan þá er ég líka búin að vera jámaður, ég er búin að fara, skilur, ég er búin að læra lögfræði og ég er einkaþjálfari og ég fór í Nuttaran og ég er að klára fasteignasalan og ég er að klára múrverk og Katrín var einmitt áðan sko, því að hún er svo mikil félagsverða, við erum að vera miðaldra sko, nú viljum við vera að bjóða í matabóð og hitta fólk og tala alls konar hluti og gera, hún skilur þetta, ég var eitthvað svona, já, ég ætti kannski að, skilur, nú er ég útskrifast í maí og ég er svona að pæla hvað ég ætti að fara að læra og hún er eitthvað, hvað er þetta að tala skilur, þetta er bara komið gott sko, og en þess vegna einmitt út af þessu öllu, því ég hef verið frekar erfiður sko, svo hef ég stofnað fyrirtæki og við erum búin að vera að eignast þessi börn okkar, þessi 2 börn og alltaf hefur hún staðið með mér og sagt bara já, auðvitað, kýlt á það skilju, ég hef trúað þér og svo hefur það transferað öfugt skilju yfir að hana, hún vil gera eitthvað með einhverja hugmyndir og það er alltaf já og stuðningur annars sko, þannig hefur þetta verið, hvað segir maður, lífið gott sko, með það. Lífið er bara svo gott sko, ég nenni bara ekki að segja lífið er gott endalaust en ég er svo ánægður með eftir við fórum að segja já við hvort annað skilju eins og þetta, við fyrum alltaf til útlandi sig og hún segjum með eitthvað það hefur alltaf svo jákvæð áhrif á það er aldrei eitthvað svona barningur skilju, við erum bara svona ein eind eins og við höfum oft talað með börnin skilju, við höfum alltaf fullt af vinafólki sem er börn og annað og það er alltaf þetta endalaust, það er alltaf eins og þessu börnin og svo er það maðurinn og konan á móti hvort öðru skilur þau á móti hvort öðru með börnin og allt það sko, í staðinn fyrir að við séum teimi gagnvart börnunum og svo framvegis skilur, það er ekki alltaf þessi togstreita og viðsinn heldur, við vinnum svona eins og ein eind eins og þú kallar þetta, eins og þessi hvað heitir þetta sem er í Asíu og Evrópu, Platon þið eruð í rauninni bara eins og eitt próton, við erum eitt próton og það hefur skilur komið sér mjög vel bæði svona andlega og líkamlega annað hennar heima sko. En svona til þess að zooma þetta upp þá heiti ég Davíð Karl Víum, ég er 31 árs ég hef mikinn áhuga mér þykir mjög gaman að svona mennta mig bæði sem sagt innan kerfisins og ekki innan kerfisins sko, og leita og svona líklega það besta sem ég hef mestu unun af og skemmtilegast fyrir utan podcasti, það er að ég hafa 2 börn og vera svona vera upp alandi. Bingo. Já. En að því sögðu, þá held ég sjá svo hvort það er eitthvað viti í þessari romsu, þessari kynningu og þá bara tökum við upp aftur í 3. seríu ef fólk þekkir okkur ekki ennþá. Algjörlega. Ég held við ættum bara að henda okkur í og byrja meldinguna og stikla á stóru með þessa skemmtilegu viðmælendur sem við fengum. Já, eitt sem ég glemdi að koma að, það er að sko konan mín heitir líka Katrín. Já, við erum með Katrín og við erum báðir búin að vera lengi og mjög hamingjusamlega, ég er nú ekki giftur sko en það er það, ég ætla alveg að gifta mig, það er ekki vandamáli sko en það er einmitt þetta allt, eins og við rættum við hana Helgu Snjóls með hjónabandið það er ekki á hjónabandinu sem slíku, ég er í hjónabandi ég tala alltaf um konuna mína og ég sé kvæntur maður en ég er bara ekki búin að ramma þetta niður í þetta form þessa, skilur, presturinn og allt það fyrir utan að ég myndi miklu frekar láta eitthvað skilur, ég skal gifta þig
Já, bara það má vera hver sem það mætti vera Kim Jong-un, skilur ég bara enn ekki fá hann sér að segja og spila svo heimsu bólega kveðju og eitthvað svona rugl, sko þannig að það verður gert en það bara, við getum ekki komið okkur saman hvernig Við getum tekið það í næstu kynningu Já Við getum farið yfir það Við gerum það, sko Já, þú að fara yfir það, meldinguna Já, ég myndi hendum sko, síðasti viðmælandi var hann Tolli við enda svona kannski svona aðeins á því en ég hafði svona kannski hugsað mér að við myndum svona aðeins kannski bara svona summar upp seríuna Já, stikla stóri og svo taka vel á hann Tolla þetta líka bara svona nýtt þetta bara eitthvað, við erum ekkert að með okkur út frá einhverju módili, við bara að reyna að taka þetta eins hnitmiðað og hnittið og frjálst en struktúrerað eins og við getum, ekki rétt? Jú, algjörlega og það sem ég kannski sé þegar ég lítið baka að það sem þegar ég sé sjálfa mig í þessum aðstæðum það að þarna ég veit ekki hvað það sé rétt eða ekki, maður kannski ekki alveg dómfærið það sjálfur en að maður getur, mér finnst ég kannski taka sjálfur mig kannski oft svolítið of hátilega fattar þú hvað við? Já og kannski það bara einhvern veginn hvernig maður skynjar að sjá sjálfan sig í tali og mynd, ég veit það ekki geti verið, sko en ég ætla að reyna að einblína svolítið á léttleikan Já, það nákvæmlega eins og þetta að vera en ekki? Og vera alveg saman, skilur Já, einmitt, þú veist En skilur ekki taka þetta alvarlega Nei, þetta bara fljóta, fín lína að vera í þessu fuck it mode, sko en samt sem að vera að fylgja svona einhverju beinagrind, sko og vera málefnarlegur sko. Beinagrindin staðar, skilur en það þetta þú veist ekkert sirka hvað það fara út í þú með sikkura manneskinu að við varum bara með sama gæjan bara eins og gæjan sem alltaf fengið til þess að ræða það eru elgós eða eitthvað, skilur bara saman, þú veist alveg hvað að fara að gerast en hérna erum við að fara alveg bara við erum að fara úr fjölkvænunni yfir í skýrlífið og nunnunar og allt þetta, skilur Ótrúlega flott fólk Já Helga Snjósdóttir sko, hún kemur inn í þessa seríu með blóðið ég sé bara fyrir mig bara svona rauð sköp og bara fæðing og ég alveg bara fór bara í einhverja ég fekk bara einhverja svona tantríska gæsahúðin á tímabilið þegar ég satt og spjallaði eða þegar við spjöllum það fór bara svona straumur yfir mig hún alveg bara einhvern veginn það bara geislaði hann hún var alveg eldrauð sko fann bara ótrúlega fallega og flotta orku frá henni og hún braut upp ramman sko hún bara smallaði hann og skildi hann bara eftir hérna í mólum fyrir okkur til þess að púsla sko og bara bauð upp og bara hvað viltu það allt leyfilegt svo lengi sem þú skaðir ekki sjálfan þig og aðra og þessi samþykki og heiðarleiki menn ekki svolítið basic nokkur veginn svo leiði sko og hún mitt fór það var líka gaman að tala við hana skilja því við höfum verið að fylgjast með henni í fjölmiðlum hana þegar hún fór svolítið hvað segir maður út fyrir þessa eins og umfjöllin vill verða í fjölmiðlum og annað sko það bara hvað fær mestu klikkinn og hvað virka og hvað selur mest sko þú skauta en það var það ekki leiðin sem við vildum fara skilur við vildum kafa dýpri í þetta og formið og allt það sko og komast svona kannski aðeins meiri niðurstöðum og formið líka, þetta var ekki bara hjónabandi sem slíkt nei, alls ekki hún fór líka bara, það sem kemur þessari hreyfing og stað, það þetta burnout sem hún fer í og hún allt svo í vinnu í einhvern svona fastmótuðum struktúr sko, sem að samfélagi segir okkur að sé eðlilegur og allir að vera tilbúnir að vinna yfirvinnuna og mæta og fattar þau og svo bara eitthvað hreinur bara allt og við bara komum stæði að þetta bara gengur ekki og bara mjög ósjálfbært og óumhverfisvænt sko. Þannig að mér fannst þetta geggjað sko. Já þeir eru geggjaðir ég núttum með lífið miklu betur svona sko. Ég alltaf bara en mér fannst þetta sko hún alveg bara sko, hún kom okkur ótrúlega vel á stað mér fannst það rosa þægilegt að brjóta í svona Helgu sko. Ég nefnilega eins og þú ert að koma inn í nýjar aðstæður og búin að vera langur aðdragandi skilur mjög langur og þú ert svona alltaf tilbúin og ekki tilbúin og svo gerist eitthvað og COVID minn ekki hvernig þetta var og alltaf að negla niður eitthvað COVID þannig að þetta var svolítið erfið tíma að byrja sko. Og svo kemur hún inn mitt með þessa áru og léttleikan og annað og manni fannst alveg bara svona eins og verið bara svona þungu fargi af hennar þungt farga manni tekið og allt það sko
Við endum svolítið spjallum við henni sko, því við vorum búin að skilgreina fullnæðinguna og samfæriðnar og túrinn eða blæðingarnar og nándina og allt þetta. Við endum svolítið á að skilgreina sko, allt svo karlmennsku og kvenmennsku og hvenær hún eitruð og hvenær ekki. Já. Og það eitthvað sem ég hefði viljað fara í með henni mögulega seinna. Ég hefði viljað fá hana henni aftur. Ekki spurning. Við náðum ekkert að fara beint inn á það. Nei, sko. Það eitthvað sem við getum tekið með henni og það sést líka bara greinilega henni. Nú þekki Helgu, búin að þekki í einhver ár og að það svo hröð, hún að þroskast svo fljótt. Já. Þannig að segjum svo þú fáir henni inn eftir einhvern x tíma, þá færðu bara einhver allt aðra útgáfu og mögulega bara vel uppfærða Helgu. Þó að ótrúlegt bara, þótt að það geti bara varla hugsast með hvernig hún var hérna hjá okkur. Sko. Ég held við ættum bara að meitla það í stein að Helga kemur aftur, svo framalega sem hún vill kemur á fúsum og frjálsum vilja og ræðir þetta mitt. Sko. En bara Helga, takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir. Takk Helga. Og þá fórum við inn í Ágúst Ólaf. Já. Við fórum einmitt bara úr blóðinu í bara stálgrindina. Ég ætlaði ekki verið bara mosavaxna stálgrind. Ég myndi halda að það væri járnabindingin í plötunni sko. Já, það getur við. Já, þannig að eitthvað svoleiðis sko. Og hún sjónsteypan og hann járnabindingin. Já. Þannig að það var líka magnað viðtal sko. Það var rosa skemmtilegt. Ég hafði mjög gaman að því sko. Hann fór með okkur í ferðalag kerfið, lag fyrir lag. Hann lýsti fyrir okkur átökunum sem fylgir að vera í þessari þjónustu stöðu. Já. Hann talaði meira hana sem hverfula og það átti eftir að sýna sig því að nokkrum dögum eftir viðtalið þá misti hann þessa stöðu sem þingmaður. Hann ennþá þingmaður núna hann það, en ekki á næsta kjörtímabili þá sko. Einmitt. En það var náttúrulega einmitt. Það svolítið magnaður, hann var svolítið spot on með þetta sko. Og svo náttúrulega bara ekki verðið þetta skilur hver svo sem ástæðan fyrir því en hann fór einmitt, það var svo skemmtilegt að tala hann náttúrulega fór stór hluta viðtalinu þar sem hann var að ræða við okkur hans kannski svona sín og passion og hans metnað og nú var náttúrulega verið bara komið ljós hvort að hann getur eitthvað beitt sér á þessum sviðum, ég efast ekki það sko, hvað sem að vera í pólitík eða einkageiranum með einhverju öðru sko. Já, ég veit, hvað ertu þegar búið að strípa þeir flokknum sko? Já, kannski verður bara kemur tvíaldur tilbaka sko. Þannig að, og hvort eins og ég segi, hvort sem það sem einhver svona stríðsmaður fólksins eða í einkageiranum, það náttúrulega fullt af alls konar einkaframtæki sem gott. Það má ekki bara horfa á einkaframtæki sem einhverju svona gróðamaskínu og eitthvað svoleiðis sko. Þannig að hann alltaf talaði dýravelferð og græna orku og sjálfbærnina og aldraða og öryrkja og þetta allt mjög göfum málefni sem að skilur mikilvægt að við séum með fólk sem að virkilega nennir og vill svona, hvað sem að lætur það sig varða. Því það finnst mér ekki kannski vera nógu algengt sko. Hann tengi alltaf ég og við tengjum ekki við hann svona með þetta sko. En svo gerist þetta. Já, en það verður náttúrulega bara komið ljós hvað það þýðir en mér finnst þetta ótrúlega flott spjall hann sagði allar réttu hlutina og mér finnst í rauninu bara stjórnmálamenn svona oftast segja allar réttu hlutina við vissum það alveg fyrirfram við vorum einhvern veginn svona þræddir í gegnum gangana en svo það þarf að lesa á milli línana já því svo okkur ekkert endilega sýnt hún í kjallarann Nei. Og því það er þessi hinn hliðin það í rauninni hver í rauninni ásetningurinn og hvað í rauninni hverju trúi ég raunverulega að hugmyndi mínar og komið til með að manifestrast Já, nákvæmlega trúi ég raunverulega ég komist upp með það, ég fái leyfi til þess Já Ég skal ekki segja en þetta bara eins og við rættum í meldingunni fyrri hann að þú náttúrulega fær stjórnmálamann skilur sem líka vel við það líkar ekki vel við hvað sem það og svo kemur bara romsan en það er ekkert einstæmi þú bara sér þetta bara í fréttunum á hverjum degi en svo ég skrifaði hjá mér svona altså kjarnin sem ég tók til mín úr þessu viðtali og hann var að nauðsyn á pólitískum minimalisma alltaf að grisja illgrisið úr beðinu reytaðu upp og planta fræjum eftir ástíð og þetta ferli þarf að vera í stöðugri endurskoðun og því annars fyrir draslega að rotna
veist það eins og það það sem ég allavega tók úr þessu spjalli meðan með ástkæra Ágústi hjartanlega samanlegaður sko. Þetta náttúrulega bara, já þetta skoðun eða ekki skoðun, þetta bara það sem það skilur. Það verður svo alveg lögmál sko. Hvað var það lögst sko. Já, það verður að vera svo leiðis. Já, en magnað. Við kannski. Hvað séu? Við sjáum hvað gerist. Við sjáum hvað verður. Það lítið annað stöðinni. Hún Björg Fríður kom til okkar. Já, þriðið mannandi, Björg Fríður. Já, Björg Fríður Freyja. Já, Björg Fríður Freyja. Hún var skemmtileg. Gekkja sko. Þetta kallast að renna blind í sjóin. Það er alveg ótt sér það. Já, þetta var einmitt fórum úr honum og þú komst með henni viðmælanda inn skilu og ég sagði mig bara vera rólegur skilu og bara og mæta og hvað segir maður bara svolítið bara kom til okkur í stjórnlýsinu sko. Já, bara go with the flow sko. Svo mætir hún skilu og bara byrjar og svo einmitt kemur hvað maður segir, hún byrjar og svo byrjar ballið í rauninni skilu hún byrjar að útskýra fyrir okkur þessar upplifanir sem hún orðið fyrir og svo leiði sko þannig að þetta var rosalega mikið svona. Hvernig fannst þér að sitja undir því? Hlusta á þessar lýsingar já þú hittir alls konar fólk og þú fær alls konar sögur og upplifar hana og þú náttúrulega flestir fá þessar svona upplýsingar til sín og afgreiða bara með því að svona bara eins og flækingskött skilju, puss og þetta já, eitthvað en það ég byrjaði og ég var svona hvað skilju, ég var rosa erfitt með að setja mig inn í þetta skilju, ég skil hún að útskýra fyrir hvað gerðist og ég svo sem ekki eitthvað dómbara hvort það sé satt eða rétt eða ekki en svo fann ég bara þegar ég fór að finna hvernig hún kom svo frá sér og hvernig hún var bara að lýsa sinni upplifun og hvernig hún vann úr þessum atburði hvort sem hann átti sér stað í lifanda lífið eða ekki skilju hvernig sem var þetta í einhverju svona ástandi hvernig svo sem það getur myndast skilju eða annað þá hvers ég bara að bara taka því og trúa því skilju vera ekkert að vera pæla neitt í því og leiðinu bara komið sér frá sér og úr varð bara mjög áhugavert viðtal sko. Fyrir mig hvað það skildi eftir sig skilur og það var rauninni bara það að það skiptir máli skilur hvernig þú kemur frá þér hlutunum og sérstaklega það eitthvað sem kannski ekki svona almennt viðurkennt sko og fólk trúir ekki og mér fannst þú að gera það mjög vel sko. Mér fannst þetta mjög skemmtilegt. Það sko. Þetta ekki sko hún kemur í rauninni með henni hálfgerður farsi sko. Já. Og sem hefst í sársauka hún var búin að vera og ég veit að hún búin að lendi í mjög mörgum og alvarlegum slysum og sjúkdóm ég veit að fyrir víst, hún fór ekki mikið inn á það sko. Nei. Og svo þessi ástarsorg sko, sem að ég kannski tengi ekki alveg við því að ég hef aldrei lent í þessari stöðu þannig sko. Ég hef alveg valdið ástarsorg en ég hef kannski ekki sjálfur upplifað hana. Nei. En það þetta storknaði hjarta sko. Og hvernig í rauninni hjarta lokast fyrir lífinu og það eitthvað hrun sem á sér stað sem að springur út í rýmið hjá henni og En okkur tala menn að ástarsorgin sé komin héðan, okkur héðan. Okkur hefði ekki geistin komið beint út leið. Af því að þetta tilfinningasvæði, sko. Já, þetta hefur... Ég fer inn í nutt og það bara, þú byrjar bara að grenja. Ekki hér. Nei. Ástarsorgin hér. Já, ég get ekki svaraði, sko. Ég veit það svo sem ekki, skil ég bara pæli því, sko. Það fólk að núti, en þetta sem getur einmitt svara þessari spurningu og það væri mjög áhugavert að fara inn í þetta, sko, því að Jesús mikið í hjartastöðunni og Tolli var mikið í þessu með samkendin og kærleikinn og núna í dag nútíma rannsóknir eru að sýna það að hjartað miklu meira en bara að dæla sem pumpa blóðu sko. Hjartað heili og Já, þú veit að vitna í þetta tenginguna milli sko. Já, algjörlega og ég sko að hjartað geti stjórnað heilanum Já, sko, og þú getur gefið minningar í hjartanu og það leystist til dæmis morðmál fyrir alls ekkert svo löngu síðan það sem að ung stúlka hún fekk grætt í sig hjarta Nei, og þetta sönsaga og hún fer að dreyma einhvern atburð nótt eftir nóttu það sem að maður sem ræðist á hann í einhvern skógi og annað og þetta mjög greinilegt
og hún fer að segja frá þessu og það eitthvað sem pikkar þetta upp og endanum eitthvað lýsing á manneski og staðarháttum því að sko einhvern veginn var það þannig að sú eða sá sem hún fekk hjartað frá hafði mitt verið fundist en hún hafði verið ráðast á hana myrt. Já, hún var í rauninni myrt en dó undir læknishendi og það sem að gerðist var að út frá þessum lýsingum sem komið frá þessum unga líffæraþega þá var maður handtekinn og hann situr inn í dag fyrir morð sko. Þetta magnað án grín sko. Hann í frumunum sko, það í rauninni við vitum ekkert og nú ætlum ég að vitna aftur í hann Rupert Sheldrake, vísindamannin sem að ég var að vísa í hérna í byrjun sem að var að tala um þessa frumutengingar sko við getum ekki í dag bent á stað í heilunum á okkur og sagt þarna eru minningarnar geymdar og það bendir allt til þess að minningar séu ekki geymdar í efnisformi í þessum heila því að ef þú spáir líka í því og það var svona einhver rök sem hann kom með þá sko hver einasta fruma í líkamannum á þér hún búin að endurnýjast og verða að nýrri á 7 árum og hann kom með þau rök að eftir einhvern x tíma þá heilinn sem þú ert með í dag hann ekki sá sem að varst með fyrir 10 árum síðan sko. Nei, nákvæmlega. En samt sem áður hefur minningar og hvað eru það? Og minningarnar eru kosmískar sko. Vildi hann meina það séu í rauninni annar staðar það eru geymdar annar staðar og hérna bara ég get ekki svar því að séu í rauninni ekki veist, þetta ekki eins og talva sko. en þetta sé meira eins og móttakar eða receiver ég skilði það mjög áhugavert þetta kemur fram í bók sem ég get bara að fá í bókasafninu sem heitir sko, vísindablekkingin dregin frá alls konar svona rugl sko, sem að mér finnst mjög áhugavert en hann vísar mikið í rannsóknir það sem að niðurstöðurnar eru merktar gallaðar niðurstöður af mjög einfaldri ástæðu og þetta einmitt hroki vísindan í dag eins og við þekkjum hann að ef niðurstaðan úr rannsókn samræmist ekki niðurstöðum sem við höfum séð áður eða skiljum og sópuðum hann út á borðinu og við merkjum hann sem galla bara X-Files ég skilur því hún meikar ekki sens því ég sem vísindamaður ég svo hrokahullur maður hefur heyrt þetta skilur ef ég ekki veit eða skil þá hef ég ekki stjórn og ef ég hef ekki stjórn og hef ég ekki mannor þá hef ég ekki vitneskju ekki þekkingu fattur en bursið frá því sko, veist, hún lýsir aftur á henni Björgfríði fórum hérna alveg bara og fórum tilbaka algjörlega sko hún lýsir umbreytingum á einlægan og hugrakkan hátt hún dregur úr þessu lærdóm og visku og hún situr eftir með fulla visku fljótandi með opið hjarta en hún eflaust smeyk ég skynjaði þetta búið að vera mikill prósess hjá henni og ég held hún sé ennþá meir ennþá sko að vara sig þess ekki að vinna úr þessu bara jú, einmitt, það þarf að ramma þetta draslinn sko og hún í því umbreytingaferli og allt sem ég segi hérna með fyrirvarum að ég hafi rangt fyrir mér, ég bara eitthvað að fabúlera þetta bara þínar upplifanir skilur já, hún eins og þú sér þetta einmitt þannig að sko kjarnin fyrir mig var að sko sársökin fyrir með okkur óþetta slóðir sem skilabúðin þau eru rituð í loga letri og hérna ég held að sumira bara nokkuð vel upp sko og finna hugrekkið eins og hún virðist hafa til þess að fara inn í þetta ástand eða þessar aðstæður sem geta litið út fyrir að vera geðveikin en svo komist við að því að þetta akkurat það sem að færa okkur úr geðveikin eins og hún útskýrir þetta fattur algjörlega þannig að það var svona sem að ég tók tíminn tók líka alveg tíminn að ég ennþá að bíða eftir að lenda í svona ég held hvað að kalla þetta þessum upplifun ég býð ég held að það komið tíðin leið og hættir að bíða í svo sem sef alveg sko en svo vitum að það sagði mig því það er að langa það að þess að langa það sko já, þá kemur það, þá veit ég það
að býða það felur í sér verknað að ég alltaf að gera doing doing stuff en leið og ég fer í að leyfa því sem kemur að koma bara 100% að leyfa því þá kemur kannski who knows já, who knows þetta var mjög skemmtilegt við fórum úr henni Björgfríði yfir í hann mistara Kristinn Árnason sem ég bæði og hitt í Sundi í gær já, sagði með það, hvað laug var það? Vesturbælur? Laugardalslaug, ok já, hann það var mjög skemmtilegt þetta var svolítið þín deild þú komst með hann inn og þið deilið hann að þessi svona þið eru búin að vera að stúdera þennan mann svona einhverju leyti og lesa einhvern til gags og gamans og allt það og pæla og spekulera og ég kem inn mjög blautur á bakveginn og fæ svona svolítið bara að sitja og hlusta og grípa og það virkaði það vel að ég fór beint til útgefanda og keypti bókina Vegur mannsins 20 seinna Frelsimannsins Eign mannsins já, ekki, ég segi Vegur mannsins Kristómorti talaði að sannleikurinn vegalaust land þannig að þetta ekki vegamannsins já, ég að en hún allavega Frelsimannsins en ég var alveg bara mér fannst þetta geggja Ertu búin að lesa hana? Nei, ég ekki búin að lesa hana alltaf því ég var í prófi Þú varst í prófi í gær í svona hagfræðitengdu efni sem skemmtilegt því að hann einmitt hagfræðingur að upplægi og ég fann hann sat hérna við hliðina mér svona, og hélt öxlina á mér allan tíman ég sagði hvernig á ég að vinna úr þessu skilur og svo fann ég hann pikk á tölvuna og svona nei ég skilur þetta var en ég ákvað það ég keypti hann í seinustu viku bókina og leið og prófun eru lokið þá ætla ég að klára þessa meldingu hérna með því undirbúa mig og fara svo beint í að lesa Sörlíf mannsins nei, ef þú fílar hann þá skal ég lána þig Dögun sem altså íslensk þýðing ævisögu Kristómorti sem mjög áhugaverð ég er mjög spenntur ef þú hefur lesið þessa bók og þú lýsir henni sem bara einnig þeirri bestu sem þú hefur lesið, er það rétt? Jú, þetta nýleg þýðing sem var svona stórt fyrir mig og Kristómorti, já, algjörlega hann er big boss fyrir mér og hann rífur þetta bara allt í tætlur bara fuck you hann er svona svo andlegur bara punkari og honum er skítsaman hann vill bara engan glimmer, engan palléttur og ekkert sellofan bara pjúr sannleika engar djöfulsins ályktanir skilur við það er bara já, restin er bara eitthvað sem þið bara kemur ekkert við þið varðar ekkert það og ég fíla þetta svolítið og þegar ég les þessa þú þýðir ekkert svona bók nema með hjartan eins og ég kom inn á og ég las þessa bók, þessa litlu bók Frelsi mannsins, massa titill og jú, hún höfðaði til mín ég las hana líka í Indlandi með höfuðljós í baststól út á svölum þar sem ég var búin að vefja mig inn í teppi svo ég er ekki stungin á moskítoflugum því að ég las hann á næturna þegar stelpurnar sáu og jú, ég var mjög ánægður þegar að Fúsi, tæknimaður hann kom með þessa uppástungu við þurfum að finna einhvern íslenskan Kristómorti og það bara, ég veðrast allur upp og 2 mínútur seinna var ég komin í samband við Kristinn Árnason og svo þegar hann mætir hérna þá ég verða að viðurkenna það ég var eiginlega svona smá starstruck og því mér finnst þetta flottur gaur því líka hann sýnir okkur hvernig upprisan getur litið út því hann eins og segir, hann er hagfræðingur og að vinna í banka og hann yfirgefur efnishyggjuna af illri nauð því hann er orðinn veikur það er greinilega einhver núningur innra með honum sem kemur honum altså í veikindi og þessi sjónin er nánast tekin af honum og hann fyrir einhverja pílagrimaför og hann átt að segja á því að hann þarf að fara úr efnishyggjunni yfir í andan nema hann er engin vitleysingur þá fer hann og gerir þetta eins og hann kann og það er akademist þannig að hann fer og bara nær sér í þau úrræði sem hann þarf Algjörlega. Til þess að geta lifað á andlegum grunni en út frá
hann finnur sitt lingó sko. Já, en með eitthvað svona uppskrift sem virkar sko. Sína uppskrift sko. Hann getur, kent jóga, hann lærir það og það fer ekkert mikið fyrir honum. Ég veit alveg svona mikið allavega hvað í gangi í þessum jógaheimi og hann ekkert eitthvað að trana sér eitthvað fram, hann mjög hóvær og hann mjög setja bara svona mjög svona, ég var svona aðdánvert. Ég hins vegar búin að lesa í ljóðabókina sko. Já. Það mjög skemmtilegt. Ég meina náttborinu og grípi ljóðasam Rúmi. Já. Það mjög skemmtileg bók. Það mjög skemmtileg bók sko. Já, ég með þetta svona og tek 1 og 1 og svona skilur þegar bara svona til þess að sefa mig sko, ekki þetta sé leiðilegt, þetta mjög skemmtilegt sko, þetta bara svona þægilegt á hann að fara að sofa sko. Hún á eina stað þarna á náttborinu sko. Mjög skemmtileg, hann með góða nervur, ég var mjög bara ég ennþá að vinna úr þessu í rauninni sko. Ég náttúrulega svo mikill nýliði þarna í þessu sko og svona að byrja að skoða þetta þannig að ég hann á eftir að vera ennþá þetta á eftir að vera ennþá merkilegra spjallirunni þar upp í staði þegar ég búin að kafa betur í þetta. Háandlegt stöf sko. Þannig að hann Kristinn kom inn sem sko innramarinn. Já. Hann tekur andlega reynslu sem að yfirleitt kemur í kjölfar þjáninga og hann rammaði hann inn í orð fyrir okkur. Og skilgreinilegan hátt mjög þannig að bara Kristinn takk fyrir að hafa verið hérna með okkur það var yndislegt það var að síðasti viðmælinn og við tölum það sko við erum að fá hérna stríðismann andans já, einmitt trillar já, einmitt kemur hérna punkarinn já kemur hérna í sko einhverju Arctic dúnúlpu þú veist eitthvað svona mínus 75 gráðu drasl eitthvað já, algjörlega eitthvað örgulega framleitt í Sviss skilur örgulega svona 300 svona úlpa nema hún var svolítið svona gödótt já hann var búin að teipa yfir götin og ég svona teippervert sko já, þú elskar teip og ég ætla ekki að fara í það kannski núna af hverju þetta en ég á mikið á teiprúlum sko já, ok og hann var bara með svona pappakassateip já, veist teipana já, bara, já, þú veist, ef ég væri að fara að laga eitthvað svona, ég hef alveg teipa svona dúnúlfu sjálfur, þá hef ég notað bara svona, ég er með svona gaffateip, með svona stoff áferð já svo er líka gaffateipar í mismunandi litum það sé rautt, hvít, svart camouflage, allt mögulegt nei, hún er alveg svona þetta er bara eitthvað svona og bara og þetta var ekki einu svona klift, þetta er bara svona eitthvað það var eitthvað svona já, ég veit það komum þetta bara eitthvað Tolli já, það var hann Tolli sem kom þú glemdir að kynna mann já, Tolli kom, stríðismaður andans já, stríðismaður, ok, já hann kemur hérna og hann kemur hérna sem hellisbúinn hann er búin að gangi í gegnum allt þetta drasl já, ég veit allt sem við erum búin að vera að lýsa núna hann er búin að geta þetta í morgun þetta í mörg ár ég veit það sko, ég veit það og svo mætir hann með eitthvað svona Palestínu keffe eitthvað svona klút sem bara, þú kaupir ekkert eitthvað í AHA á Laugaveginu sko, þetta er bara eitthvað alvöru keffe bara, já, ég veit það bara fekk eitthvað staðar bara í Palestínu eða eitthvað, hvað veit ég nákvæmlega og hann glimti heyrnartækjunum heima skipti engu máli hún var alveg sama við þurftum svo sem ekkert mikið að segja hann bara talaði hann bara datt í gang hann bara lokaði og drap þessa serju með 90 mínútna bara satt tokk hérna og hérna og bara visku sem bara vall upp úr honum og það var ekkert skilið eftir bara allt frá sukki til uppljómunar og hérna sko, já og kjarnin einhvern veginn sem ég tók út úr þessu spjalli með Tolla eða spjalli, hann bara talaði, skilur sko, en þetta var ekkert samhengislega straus þetta var bara þetta var rosalegt sko, ótrúlega málefnilegt samt alls ekkert eitthvað svona niðurnjörfað bara allt út frá sko reynslu þáttur, því að sko þú getur vita hluti ég veit ógeðslega margt en svo er reynsla mín svo takmörkuð það er nefnilega sem gerir og því vitneskjan hún verður að visku vitneskjan er eitt og reynslan er annars já, einmitt, þegar ég upplifi eða það reynir á sko. Þetta er einmitt það sem að, já, algjörlega það er alveg ástæða fyrir því að kennaran í múrdeildinni eru allt gamli góði múrar, skilur ég get farið og læst einhverjar alkali skemmtir og eitthvað og farið alltaf preach to the choir og allt það, skilur en
en þegar upp í staði þá það reynslan sem blívar sko. Algjörlega að svona miklu leyti skilur og þú þarft að geta að máta þig og til þess að koma einhverju frá því þá þarftu helst að og þetta skilur ef ég mikið svona hvað segir maður mikið pælt í og þetta skilur og þetta svolítið vanmetið oft sko í í kennslustörfum og öðru skilur þar sem að fólk að predika eitthvað og fabulera en það ekki kannski beint innistæða fyrir því nema þá bara akademísk skilur þannig að þetta págökulærdómur já og það svona og að skilja já þannig að mér varst þetta alveg magna sko þú segir það svona já sko að þrautsegja já eins og hann sagði sko við erum mæta 20 ár upp á Eyrarbakka sko og alltaf bara inn á Litla-Hrauni eitthvað já og í formi nafnleysis nákvæmlega og þrautsegja í mýktinni sko samkennd hann talaði mikið samkennd og hann talaði mikið að þjónusta já og þjónustan einhvern veginn lykillinn sko og samkennd samkenndin bara það sem ber þjónustun uppi hann hann bara dag eftir dag, mánuð eftir mánuð, ár eftir ár sko og sama tíma hann svona að lifa sko með að selja málverk og örugglega einn af svona ástsælustu eða svona vinsælustu í dag allavega sko og hefur verið í mörg ár sko já og svona ríkt fólk að kaupa hann líka alveg hann er ekkit eitthvað með óbeitt af peningum sko hann sagði það líka, hann viðskipta maður skilur hann leikur sér að því sko en það einmitt já hann það en það samt svona ákveðin millivegur í þessu öllu sko og þá fer hann einmitt inn á líka hamingjuna já og kærleikan og hamingjuna hvernig það tengist allt sko og hvernig við sem samfélag mælum allt í hagvexti það allt mælt í hagvexti það ekki hagvextur þá það bara við höfum rætt þetta núna þá biðla ég til þín þú varst nú í prófi í gær örugglega hagvöxt sko daginn eftir viðtalið við Tolla þar sem hann var að tala um hamingjuna og kærleikan og að það sem væri í rauninni bara svona svolítið grunnurinn að þessari sundrun og óhamingju væri það við mælum allt í hagvexti skilju og þá það hamingjan á kostnað hagvextarins og svo mæti ég upp á kontor daginn eftir og fer að fletti í glærunum í námskeiðinu og þá kemur hagfræði hvað stóð það já hvað var það þér það var já, markmið alltaf eins mikill hagvöxtur og hægt og þá hringdi ég því það sem við sjáum já, og það næmitt, já, markmið alltaf að auka hagvöxt eða ná eins miklum hagvöxt og hægt og svo kom bara romsan það hvernig að án hagvöxtar mikils hagvöxtar og mælingar á hagvexti þá erum við ekki neitt sko við verðum að maksa hagvöxtin sko og vinna yfirvinnu og halda upp í þessum tölum sko en þurfum þá ekki bara að fara sko í staði þess að taka orðið eða hugtakið út sem slíkt þurfum ekki bara að fara að endur skilgreina hagvöxt ég myndi gera það er ekkert að hagvexti en hagvöxtur á ekki vera leiðandi af nei, hagvöxtur er bara mjög fallegt orð sko og mér er líka bara kapitalismi sko bara orðið kapital mér er það bara mjög fallegt orð það vísar í sjálfbærni og hagvöxtur það er bara vöxtur og andlegur vöxtur í rauninni ekkert nema hagvöxtur því hagur minn vænkar eða hvernig sem ef þú horfir bara á hagvöxt út frá sem sagt svona economical sjónarmiði skilur fjárhagslegu sjónarmiði eins og bara ef ég tek bara mitt já þá það bara alveg hefur það alveg það skiptir engum máli neitt með samkennd eða mannúð eða neitt nei það gerir þegar því leiti að þegar þú ert alltaf að eldast við hagvöxtin skilur þennan fjárhagslega hagvöxt og það það yfirleitt eða mjög oft á kostnað hamingjunnar sko já því það ekki í rauninni hugsað í rauninni til lengri tíma sko það heildin ekki tekin og það ekki rýnt í heildina sko nei, ég veit það bara verið að rýna í einhverjum svona afmörkur lög samfélagsins í einhvern x tíma sko já, einmitt því að óhamingjusamt fólk endar náttúrulega bara á því að grafi sin eigin gröf og hættir að vinna sko getur gest skilur ekki þannig að sem gerir kerfið sko hverföld sko það gerir það en það eru líka margir sem eru óhamingjusamir í mörg ár og ná svo að vinna sig úr því en þá ertu líka búin að nota tíman í eða skilur það átti ágætt að vera svona sko nei. En þetta var alveg ég hlakka skilur
ég átti að hlusta á þetta aftur og aftur spjallið hann og stoppa og grípa móla sko. Það var alveg mjög ánægður langt fram á væntingum sko. þakkláttur fyrir að fá hann hérna til okkur mjög við munum hitta hann aftur algjörlega það ræða máli sko. en þetta allavega þetta var summan já, það ekki ég held að, ég meina við erum bara að fara í gegnum þessa seríu, þetta er þess 10. þátturinn núna og þarna þetta er búin ótrúlega lærdómsríkt og það er líka búið að vera gaman fyrir mig að umgangast þig, Davíð já, sömuleiðis það er, við höfum hist yfir þarna Marenstertum já, svona 4 ári kannski já, einmitt, cirka það hefur ekkert verið meira en það sko nei núna er bara allt í einu bara einu sinni í viku komið einhver tenging tenging sko maður finnur svona gerast hlutinni sko já, algjörlega sko svona eru Platónin, Prútenin Prótonin alls konar eða ljóseindirnar sem spretta frá einni rafeind já, einmitt en þetta er búið að vera alveg ótrúlega skemmtilegt og líka eins og mjög lærdómsríkt og við erum alltaf að læra betur inn á hvorn annan og fúsa á okkur og öfugt og svo leiði sko og þetta er alltaf þannig, það er svona stígandi í þessu sko og þannig siglum við inn í seríu nr. 2 sem að hefst bara strax algjörlega. Og ég vona að fólk sé þarna við erum bara að fara að stað sko, og ég vona að fólk þarna fái út úr því að hlusta og horfa og reyna að líta á þetta kannski sem svona einhvers konar ferðalag og ferðalag bara sem að allavega fyrir mig ég er bara að fara á ótrúnar slóður sko og þarna takast á við ný viðfangsefni og annað, þetta er svona aðstæður sem og við ættum kannski ekki að bætina við erum svona alveg bara vel opnir kannski fyrir gagnrýni mjög, var það ekki svolítið snið? Það er við tökum allir gagnrýni mjög fagnandi sko. ég hef fengið nóga gagnrýni en ég hef líka fengið uppbyggilega mikla jákvæðni og alls konar uppbyggilega og góð komment skilur hvað eru að gera vel, hvað er skemmtilegt og svo er það einmitt gagnrýnin og annað sem að kannski vantar svolítið sko. Fólk er svolítið tregt við það þó maður segir það, komdu með það skilur hlusta á þetta, komdu með feedback, komdu með gagnrýni það kannski kemur hún ekki alltaf sko. Fólk vil ekki særa sko. Þú særir ekkert Nei, við erum við svoleiðis erum við ekki bara tilbúin til að taka okkur algjörum fyrirvara Ég er ekki hörðins allavega á þessu plattformi bara, sko, því meiri gagnrýni því betra sko. þá verður þetta fyrir okkur sjálfa sko. Þú hugsar þetta bara sem einhver svona lærdóm sko. bara þó var ekki nema bara fyrir okkur sko. Þannig að ég myndi það tók út til dæmis heila seríu að gera kynningu eða maður geta gert það skilur en þegar þú farið þetta svona beint í andlitið frá einhverju svona diggum aðdáanda þá geggjað já, þetta er geggjað, þetta er rosalegt Er þetta alveg gott eða? Þetta er bara, ég held það, mjög gott svo bara klippir Fúsi þetta til sko. Fúsi klippir þetta til já, gaman að sjá þig Takk fyrir Blessaður